Velkomin í Biblían á mannamáli. Við erum komin í enn eitt þáttinn og ætlum að njóta þess að vera saman smá stund. Ég er með þennan dýrindis kaffibolla, fullan af heitu kaffi og fæ mér sópa. Við ætlum að byrja þess á molanum. Molan finnum við að þessu sinni í Galatabréfinu, 4. kafla. Þar eru 2 vers sem ég langar að lesa. Þau eru svona 4. og 5. vers. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og að við yrðum börn Guðs. Þarna bara örstutt verið að greina frá því komu Jesú og hvert hlutverk hans var að setja okkur frjáls og gera okkur að Guðs börnum, ekki bara í einhverju fjarlægð heldur í nánd. Og þá kemur þessi spurning sem að ég veit að vaknar innan með mörgum og það er þessi efaspurning. Elskar Guð mig virkilega? Er það alveg örugt? Ég er kannski svona á hinsinn, ég bregst jafnvel vinum, ég bregst fjölskyldunni. Er ekki Guð þannig líka? Er hann ekki bara búinn að fá nóg af mér? Getur ekki verið að hann fái nóg af mér? Hvað ef hann skiptir skoðun? Hvað ef hann snýr við því að hafa samþykkt mig sem Guðs barn eða sitt barn? Við erum á þessu ferðalagi og ég veit að fyrir víst að við erum öll á þeim stað að annars lagi þá koma svona efaspurningar og þá er ég ekki að tala endilega efast tilvist Guðs, heldur hvort að við tilheyrum honum. Við sjáum þetta í samfélaginu allt í kringum okkur að eitthvað sem er kærasti einhverja stúlku, hann fer frá henni eða öfugt. Hjónaskilnaðir eiga sér stað, einhver fer í burtu, aðskilnaður á sér stað. Stundum eru nemendur reknir úr tíma. Það er alls konar aðskilnaðar sem á sér stað vegna einhverja hluta sem einhver hefur gert eða ræður ekki við eða hefur breytt afstöðu sinni. Hvernig vitum við að Guð gerir ekki nákvæmlega sama? Hvernig vitum við að Guð einn daginn segir bara, ég er búinn að fá nóg af þessu liði? Hvað ef hann breytir skoðun, skiptir skoðun? Hann er heilagur, hann er hreinn, en ég er það ekki, svo ég skil alveg þó hann vil ekki hafa með mig að gera. Þetta eru hugsanir sem kunna að koma og ég veit fyrir víst að hafa komið hjá mörgum. Þannig að þú spyrir kannski, er ég komin heim þegar með honum, get ég tekið upp úr töskunum og bara sest hérna að hér er ég komin til að vera í honum og þess vegna get ég tekið upp úr töskunum, ég get tæmt töskunum minnar og hafur taskið mitt allt í lífinu og lagt að fótum hans inn á hans heimili. Guð svaraði þessum spurningum öllum með því sem hann gerði á krossinum og við erum búin að vera að tala á síðustu vikum og upprissu hans. Að þegar Jesús deyr á krossinum, þá er hlutverkinu kastað að eilífu. Hann er þar með að taka skrefið, Guð er þar með að taka skrefið. Mannkynið er mitt. Ég elska hvern einasta einstakling í mannkyninu, hvern einasta týndan sauð úr hópnum sem að villist og fer afvega. Ég leita hans, ég finn hann. Ég er búin að ákveða þetta. Þú, ég, mannkynið, við tilheyrum Guði. Hann lýsti því yfir hér að við getum verið hans börn. Þetta er mitt barn, þú ert hans barn. Þess vegna getum við örugg treyst þessum nýja sáttmála sem hann hefur gefið okkur í blóði Jesú Krist, kallað, hann hefur gert við mannkynið sáttmála í blóði Jesú Krist. Að þegar Jesús deyr, að þá verður til nýr sáttmáli milli Guðs og mannkyns. Þau eru mín börn. Þannig ég segi við þig, vertu óhrædd, þú getur treyst í, hann mun ekki skipta skoðun, þú getur tekið upp úr töskunum. Þetta var mólin okkar, smá hvatning. Og þá er það Postulasagan 2. kafli. Og ef við byrjum bara að lesa strax í 1. versinu, það segir, og þá var runnin hvítasunnudagur, voru allir samankomnir á einum stað.
Það er sem sagt, við erum ennþá í Jerúsalem, þau eru ennþá muniði úr fyrsta kaflanum, þau eru stödd þarna inni, þau fara upp í loftstofuna sem er rými í ákveðnu húsnæði í gömlu Jerúsalem og þá var runnin hvítasunnudagur, voru allir á einum stað. Nú er mikilvægt að vita það að hvítasunnudagurinn, já eins og hann kallaði hvítasunnudagur, náttúrulega þá var hann til eftir komu Krists og eftir að kirkjan var til, en þessi hátíð var enga síður til staðar löngu fyrir þann tíma. Þetta er nefnilega upprunalega gyðingleg hátíð, Shavuot, og þetta er svona uppskeruhátíð gyðinga, voru uppskeranir að koma og þau eru að fagna, en hún hefur líka mjög andlega merkingu hjá gyðingum. Þarna fagna þeir því og minnast þess að Guð gaf þeim Tóra. Það sem að við köllum venjulega lögmálið, en getur þýtt fræðsla, og bókstafleg merking Tóra er að hitta í mark. Tóra er venjulega skilgreind sem fyrstu 5 Mósebækur Biblíunnar og Guð gaf þeim þetta, muniði þegar Móse kemur niður með töflurnar, steintöflurnar og boðurinn 10 og allt þetta, þá er hann að gefa Tóra, ekki bara 10 boður á steintöflum, heldur allt lögmál þeirra sem að þeir fylgdu, allt það hvernig þarf og á að lifa lífinu svo að það sé réttlæti og friður sem fá að ríkja meðal þeirra og allir séu jafnir fram fyrir Guði. Nú, þetta var sem sagt, á Sínaí fjalli fyrir 3300 árum. Þetta er engin smá tími, sko. Ísraels menn eru búin að vera til staðar þarna í þessu ferðalagi eyðimörkin og síðan inn í fyrirheitnalandið, svona langt aftur í tíman. Og 3300 ár þá fer Móse upp, meðtekur skilaboð Guðs og þetta er kallað lögmál, og það er það sem við vorum að lesa í Galatabréfinu áðan í mólanum hann kemur og leysir okkur undan, en hann uppfyllir lögmálið faktist. Það er kannski frekar orðað þannig í þér og mér og við verum börnin hans og hann ritar þetta á hjartaspjöldin okkar. En hvert einasta ár þessari uppstýruhátíð hafa gyðingar haldið þessa hátíð og til að minnast þess að Tóra var gefið. Þennan dag, þetta ár sem Jesús var krossfestur og reis frá dauðum, sem við erum að lesa í Apostelasögunni, þegar þessi dagur rann upp, þetta er kallað hvítasunnudagur, voru allir samankomnir á einum stað og við þekkjum þessa frásögu örugglega, flest okkar. Varð þá skyndilega gnýr af himni. Þetta eru mikla lýsingar. Gnýr af himni, eins og óveður væri að skella á og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtist tungur eins og af eldi væru, það væri nærlega eins og eldstungur í herberginu, hvísluðust og settust á hvert og eitt þeirra. Allir fylltist heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Þetta er fræg vers og mörgum finnst þetta alveg óstjórnlega skrítið. Ég sé nú bara ef þetta er nú ekki það eina skrítna í Biblíunni eða. En hvað er eiginlega að vera? Hvað er í gangi? Margir álíta sem svo að af því að þessi fyrstu vers segja okkur að þetta sé svona eins og eldstungur og þau töluðu 9 tungum, að þá sé þetta, það sé aðalsmerki þess að vera fylltur heilugum anda eða að trúa á hvítasunnuna og hvítasunnunar, eld vegna þess að þarna voru eldstungur, að það sé að tala tungum. En það er langt í frá. En það er yfir þannig sem við svona, eða almenningu lítur á þetta, já, þeir eru svona tungutalandi hópur. Hvítasunnamenn á Íslandi sem kenna sér hreinlega við hvítasunnuna, þau hljóta til að tala tungum. En það er miklu dýpra og miklu meira sem er hér í gangi heldur en það. Þetta tungutal svo kallaða sem þarna gerist,
Til þess að skilja hvað að gerast, skulum við byrja, þá mikilvægt að líta þess tilbaka og rifja upp það sem að gerðist þegar Guð ruglaði tungumálunum, muniði í Babel, við Babelsturnin. Þá segir Gamla testamentið, og svona talar Gamla og Nýja testamentið alltaf saman. Gamla testamentinu segir að Guð ruglaði tungumálum mannkynsins sem var til þess, og það, ég ætla ekki að fara út í það núna af hverju hann gerði það og hver tilgangurum var, en það var mjög alveg skýr tilgangur, en það var til þess að mannkynið sem að þá var ekki fjölmennt en var að byrja að vaxa og dafna, það dreifist vegna þess að fólk náði ekki að tala saman, að talaði sikkur tungumáli, eða þegar Guð ruglaði tungumálum eins og sagði. Þannig að þeir hópar sem töluðu sama tungumál, þeir náttúrulega héldu sér saman og skildu hvert annað og svo framvegis. Þannig að þau urðu að dreifa sig, því það var alltaf markmið Guðs að þau myndu dreifa sér alla jörðina og rækta hana og gera hana að svona aldingarði, að edingarði. Svo þau ætluðu sér hins vegar að ekkert að gera það. Þau voru búin að samanstæða til Babel, þau ætluðu að byggja sér turnmuniði til Guðs, hátt upp í himinin, til þess að allir sagði hvað þau voru stórkostleg og þau þekktu Guð og svo framvegis. En Guð var ekki sáttur við það, svo hann ruglaði tungumálunum. Nú, þarna eru til nokkra þjóðir, sem sagt. Þetta er Gamla testamentið skýringin á því hvernig þjóðirnar eru til með mismunandi tungumálum. En Biblían talar alltaf í líkingum, Biblían talar alltaf í dæmisögum, Jesús sagði allt í dæmisögum, og þegar við lesum Biblíuna bara bókstaflega, að þá er það svona sagan og þráðurinn eins og við sjáum hana, og ég skrifaði þetta heila bók sem heitir Í betri heimur, þennan sögu frá Biblíunar, en hún hefur líka andlega merkingu og við þurfum að kafa þar undir til að skilja hvað er í gangi. Ef við skoðum þetta núna, þessa tvo viðburði, Guð ruglaði tungumálunum, það er verið að segja okkur, það er til fjöldi þjóða, þau tala mismunandi tungumál og þau ná ekki alltaf saman, þau eru aðskilin. Það vantar sameiningu, það vantar það að vera eitt mannkyn og svo framvegis. Þegar Guð, og það var ástæða fyrir því að það gerðist, en þannig er staðan á jarðríki. Þegar Guð útfyllir anda sínum og Jerúsalem er fulla fólki allstaðar að. Fólk hafði streymt inn, það streymir alltaf inn í hátíðarnar og það kemur allstaðar að úr heiminu, gyðingar og aðrir. Og þeir koma inn og þeir tala mismunandi tungumál. Hér er Guð að byrja að sýna, þetta sem sagt andleg merking, báðar þessar frásögur, sýna okkur einhver dýpra og meira heldur en bara það sem við sjáum á yfirborðinu. Allir tala sömu tungumál en núna ekki lengur. Það kom einhver eldstungur yfir, það er fyrir sagan, seinni sagan, það kom einhver eldtungur yfir lærisveina og þau byrja að tala tungumál fólksins sem út í borginni. Og það er það sem gerist, þeir fara út á strætin og þeir tala tungum, þar sé að þeir töluðu tungumál þeirra sem voru gestir í borginni, alls konar tungumál. Og fólki sem þar var skildi þau. Þetta er mynd upp á það að þarna er Guð að byrja að sameina mannkynið í sér, að opna dyrnar fyrir okkur öll og segja, ég ætla að draga mannkynið saman í mér. Ég ætla að leyfa þeim að finna og sjá að ég elska alla, og hann er að snúa tilbaka þessari þróun að allir tali sitt tungumál. Við gerum það ennþá, ég er ekki að tala núna bókstölu tungumálin, heldur það sem sundrar okkur. Guð er núna að byrja að sameina allar þjóðir í sér. Þetta er hans vilji, þetta er hans markmið, þetta er það sem hann er að gera. Þeir fylltust heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Ég hef sjálfur orðið vitni að svona hlut, svona viðburði. Ég man eftir í sérstaklega einu sinni þegar ég var í Marokkó og
var yfirleitt spænskuhlutum í Ceuta sem borgin hinum megin. Til umlega Spáni. Þar hitti ég fólk sem talaði spænsku og þar var gamall prestur sem hann var að hætta störfum, hann voru aldraður og var að hætta störfum í kirkjunni sinni og ungur maður að taka við og ég kynntist þessu fólki aðeins, ég var dvaldið þarna smá tíma og ungi maðurinn segir við mig svona þegar ég að fara, mundir ekki vilja biðja fyrir prestinum okkar gamla sem að kveðja okkur núna, kveðja starfið sitt, hann var ekkert að deyja eða slíkt en hann var kveðja starfið. Mundir vilja biðja fyrir honum og ég bað fyrir honum, við vorum þetta nokkur og ég bað fyrir honum. Ég þykist nokkuð viss að ég hafi beðið á ensku í þeirri vonað allavega þeir sem voru í kring, ég vissi hann talaði enga ensku, hann talaði bara spænskuna sína, gamli presturinn, en í þeirri vonað allavega unga fólkið, ungi presturinn ég vissi hann talaði ensku, þau getur þá jafnvel túlkað að gert eitthvað, sagt að hann setna hvernig bænin hefði verið, en ég bað á ensku held ég frekar en íslensku ef ég man þetta rétt. Og ég baði kannski 10 mínútur korter fyrir honum. Þetta var mjög yndislega góð stund fram fyrir Guði í bæn og falleg. Og þegar búinn þá snýr gamli maðurinn sér að nýja prestinum, yngri manninum og segir eitthvað spænsku sem ég skildi ekki, ég talaði enga spænsku. Og hinn snýr sér og túlkar hann og segir, heyrðu Halldór, hvenær lærðir þú spænsku? Ég segi, ég tala ekki spænsku. Enga, kann ekki spænsku. Já, en þú baðst fyrir honum spænsku allan tíman. Já, nei. Og þarna var kraftaverkið. En þann dag í dag, tvennt sem þarna geta hann skildi hvert einast orð. Og þá kemur spurningin, talaði ég spænsku, var það mitt tungutal þarna? Það hefði verið kraftaverk. En hitt kraftaverki getur líka að gerst. Ég talaði bara ensku, en hann skildi það á spænsku. Þarna bara eitt lítið dæmi hvernig Guð getur gert hluti til að sameina. Þarna sameinuðist við allur hópurinn og gamli maðurinn var með. Hans tungumál aðskildi hann ekki frá mér og mitt tungumál aðskildi mig ekki frá honum. Guð sameinaði okkur, við náðum saman. Þetta það sem að gerast þarna á hvítasunnudag. Þetta gerast svona hlutir og þeir töluðu og náðu til þeirra. Þetta var náttúrulega þótti svo skrítið að fólki úti hélt þeir væri bara fullir. Hvað eru þeir að rausa? Stór hluti fólksins sem var skildi þeir náttúrulega bara alls ekki. En það var fólk. Það voru gestir í borginni þegar hún var full af ferðamönnum og gestum sem skildu. Þeir voru að tala og hvað voru að tala? Guðs orð. Þeir voru að boða Guðs orð. Þannig að vissulega kraftur Guðs gefinn meðal annars, skulum orða þannig birtist þetta þarna. En ég myndist á það daginn, heilagur andi var ekki gefinn bara til að gera eitthvað svona. Þetta tákgrænt, þetta merki það hvernig Guð að snúa við aðskilnaði mannkynsins í sameiningu í sér, en kraftur Guðs var gefinn til að elska. Hann var gefinn fyrir kraftaverk svo sannarlega og án heilasanda hefði þeir ekki getið unnið eitt einasta kraftaverk af því sem við lesum í Biblíunni. Þeir lækna sjúka og svo framvegis. En það sprettur alltaf grunnunum af kjartanum í því að heilagum andar úttelt í hjörtu þeirra og muni ég lasa daginn úr Rómverjabréfinu. Við það kærleika Guðs úttelt í hjörtu fólksins. Það hið stærsta kraftaverk. Að kærleika Guðs var þarna úttelt í hjörtu lærasveinana og þannig að þið gátu farið að stað til þess að fylgja eftir og starfa í anda Krists sem var hvað? Kærleikur. Þetta lykillinn að því að skilja hvítasununa. Að fólk fær snerting af Guði og kærleika hans og Guð fær að vinna og starfa í gegnum þau til þess að boða hans orð og boða hans
stórkostlega fagnaða boðskap að Guð hefur sætt heiminn við sig. Hann hefur sætt heiminn við sig. Það lesa þetta aftur hérna úr Rómverjabréfinu því það svo mikið staðfesting á því sem við erum að tala núna. Það segir í 5. kafla, 5. versi. Og vonin bregst okkur ekki. Þetta líka í tengslu, þetta getur við áttu við mólan okkar áðan. Þegar erum við örugg í Guði. Við getum vonað að hann eða ekki, hann bregst okkur ekki. Vonin bregst okkur ekki. Af hverju? Því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur gefin. Þannig Guð að gefa heilagan anda. Og hvað í gangi? Þegar Guð þarna að gefa mannkyninu leið til að nálgast sig, til að þekkja sig, til að lifa í einingu við hann í kærleika. Það sem gerast á hvítasunnudag. Það birtist í tungutali og öðru slíku. Það bara ytra tákn á einhverju innri hlutum sem í gangi. Það innri hluturinn sem skiptir öllu máli. Umbreyting í hjörtu þeirra sem meðtóku heilagan anda. Og hver var umbreytingin? Páll var að segja það þarna í Rómverjabréfinu. Við það streymdi kærleikur Guðs inn í hjörtu þeirra með heilugum anda. Þetta það sem hvítasunnan gengur út á fyrst og fremst og algjörlega stórkostlegt fyrirbæri. Það bara sést alveg svo og ef við skoðum áhrifin sem átti sér stað, við lesum áfram það segir í Jerúsalem 5. versið, dvöldu gyðingar, guðraknir frá öllum löndum undir himninum. Fólk frá alls konar þjóðum. Og þetta hljóð, heyrðist þessi hvinur, þessi þytur sem kom, þeim brá mjög við. Já, þegar þetta hljóð kom, heyrðist kom allur hópurinn saman. Þeim brá mjög við þeim. Að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu, þarna kemur það. Lærisveinarnir fóru út og þeir töluðu bara þeirra tungumál. Veitu hvernig getið það? Þeir ekki búin að læra það. Þeir bara, fiskimenn frá Galileu. Hvernig getið þið tala mitt tungumál? Guð að sameina. Guð að útella sínum anda til þess að vinna verkið í mannkyninu. Mönnum voru frá sér af undrun og sögðu, þetta ekki allt Galileu menn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við, hvert og eitt, heyrum þá tala okkar eigið móðurmál? Við erum partar, metar, elamítar, við erum frá Mesopotamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfíliu, Egyptalandi, Líbíubyggðum, við Kýrene og sum okkur frá Róm. Allir eru furðulostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Aðrir voru ekkert að pæla í því og sögðu, þetta fólk bara drukki á sæti vínu, þau voru lengi fram eftir í gærkvöldi og þeir bara, veit ekki alveg hvað að gera. Þeir eru bara ennþá með tilbumenn og svolítið druknir, voru að drekka fram á nótt. Akkurat. Þetta undursamlega hluti sem í gangi og það ekkert skrítið eitthvað sem býtur þetta eru bara bullukollar. Og það nú gjarnan sagt við fólk í dag sem að jafnvel trúir því að það sé hægt að tala svona tungum og til að hvíta sinni í kirkjunni þá þetta eitthvað bullukollur. Nei, elsku vinur, það skal ég bara segja, það er ekki. Það bara fólk sem tekur þessu alvarlega. Það bara fólk sem segir, þarna eitthvað í gangi og við viljum sneiða því. Tungutali sjálft, ég ítreka, ekki aðalmálið. Það var það sem birtist þarna og það var það sem skrýtnast kannski af þessu. Það kraftur Guðs innra til að elska eins og Jesús. Það umbreyting hjartans fyrir anda Guðs. Því við gerum ekkert af því sem Guð hefur kallað okkur til í lífinu, í hans ríki, í eigin mætti og eigin krafti. Ef við reynum það, þá erum við alveg dæmd til þess að falla okkur sjálf. En fyrir hans náð, aðeins fyrir hans náð og aðeins fyrir hans anda þetta mögulegt. Hann gefur kraftinn svo þú og ég sem einstaklingar getum lifað
í þessu nána samfélagi, hann kveikir innra neistan inn okkur. Munið ég hef stundum sagt, við erum öll með Guðs neistan, við erum öll með hann. Hann er búin að gefa hverjum einasta manni þetta. Og þegar andi Guðs fær að koma svona að, þá blossar upp eldurinn. Þá allt í einu glæðist allt. Það er þessi viðburður þarna, þessi atburður þarna. Og munið þið núna, og nú ætlum ég að tengja saman. Ég sagði áðan, postulasagan, neðina segi Mósebækurnar, þegar Mósi var gefið Tóra, og Tóra er lögmálið. Og lögmálið var gefið til að sýna hvernig þetta að lifa. En þetta var lögmál, þýtti þetta bara svona frá utanfrá og inn. Þú voru með þetta skráð og þau reyndu að halda það. Þetta er svo lögin á Íslandi. Þú átti ekki að keyra á 80 km hraða í 30 km sóni. Það er bannað. Það er lögmál. Eða lög. Við köllum það bara lög. Við köllum ekki lögmál. Þetta eru lögin. Þetta er bara íslensku lögin. Þetta eru umferðarlögin þarna. Og það er alls konar svona hlutir. Og við reynum að fara eftir þeim. Það var það sem að Guð gaf fyrir 3300 árum Ísraelsmönnum. Þau minnast þess nákvæmlega þennan dag. Nákvæmlega þennan dag. Hvert einasta ár eru þau að minnast þess að Guð gaf það. Þá sjáum við myndina aftur, hvernig hún varpa sér yfir á Krist og það sem hann gerir. Nákvæmlega þennan dag sem þau fá Tóra og fagna því til þess að framfylgja Tóra og lögmáli Guðs. Þá úthellir Guð anda sínum inn í hjörtu hina nýju kirkju, í sitt nýja verk og skráir þar með Tóra og hjartaspjöld þeirra. Það færist frá því að vera utanfrá og inn yfir í það að vera innanfrá og út. Sjáuði munin. Utanfrá, bókstafurinn og inn. Þú ert að gera þitt besta til að lifa eftir Guðs vilja eins og hann vill, ekki bara einhverju hlýðni heldur til þess að lífi virki. Guð gaf aldrei neitt bara til þess að láta eitthvað hlýða sér. Hann gaf það til þess að lífið virkaði fyrir mannkynið. Jarðlífið myndi virka. Það er alltaf miklu stærri tilgangur hjá honum heldur en bara að segja, ég vil fá hlýðni. Hann var ekkert í þeim bransa, bara ekki neitt. Þannig eru þau frá sama dag og þau meðtóku orðið, bókstafinn til þess að hlýða og láta það verka inn í hjarta sitt sama dag í hinni nýju kirkju. Og þetta talin stoppa á kirkjunar af flestum allavega, held bara allir kirkjunni, þá úthellir hann anda sínum inn í brjóst þeirra, inn í innra líf þeirra, inn í anda þeirra. Og þar með er Tóra, sem áður var bara bókstafur, skráð á hjartaspjöldin. Og þú og ég, allt mannkynið, getur núna. Ég er ekki að tala um það að við getum ekki haft bókstafun og lesa hann og lært af honum og meðtekja hann. Hann er fullur af vísdum, hann er fullur af innsæi. En nú ertu komið inn. Nú er það fyrir náð Guðs. Hefur hann skráð þetta í þín hjartaspjöld. Þetta er hvítasunnuhátíðin. Nú ætla ég að hætta í bili. Þetta er nóg. Skiljum okkur eftir með þetta og hugluðum þetta og skoðum þetta. Smá kaffisopi. Við ætlum að ljúka sér með bæn eins og við gerum fyrir öll þeir sem vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.